það var náttúrulega ásting HSÍ núna á föstudaginn var og það voru merkileg mál þar og samþykkt og fór í gegn og eitt af því, Rakel, var að fjölga 2 lið í efstu deild kvenna, Ólafsdeild kvenna og fara upp í 10 lið. Ert þú ánægð með þetta? Já, ég er bara virkilega ánægð. Ég var að vona þessi til að færa í gegn og mér finnst það mjög jákvætt og fjölga í deild þeirra bestu og fá fleiri lið inn í þá já, bara það sem að bara meiri kröfur, meiri kröfur á bæði umgjörð og líklega það bara meiri kröfur á leikmenn og liðin í heild og við erum líka bara að sjá það eru hörkurimmur hafa verið í þessum umspilsleikjum til dæmis og það hafa grillið slegið út Ólafsdeildarlið í bikar og við erum alveg með lið sem að bara munu sóma sér vel í Ólafsdeildinni og ég tel þetta mjög jákvætt að við sem að fjölga. Sko, Vignir, við sjáum að Katrín Tinna núna, hún er að fara frá ÍR til Danmerkur, við erum að missa Þíu, orðarómur Lovísu Thomsson að hún fari. Getum við haldið út 10 liða deild, auðveldlega? Já, ég er alveg á því og ég held að það sé bara tími til þess að líka við fylgjumst með kannski yngri flokkunum og sjáum þær mikið blómstra í til dæmis bikarkeppnunum og eru leika til úrslita margir bara frambærilegir og frábærir flokkar og við sjáum til dæmis þessi 2 lið eiga mjög góða yngri flokka og 3. flokk kvenna og fleiri. Þannig að þessi lið verða þá bara meira og meira byggð á ungum strákum eins og við erum að sjá í Ólafsdeild karla og við erum að sjá bara 17, 18, 19 ára stráka bera upp í deildina og ég sé ekkert annað en að það getur líka gerst kvennamegin og það er bara frábær þróun fyrir þá okkar landslið til framtíðar.